Ég ætla að byrja á því aðeins að segja okkur skýra frá hvað blöðruhálskirtillinn hvar hann og hvert hlutverk hans aðeins að ræða sjúkdóma sem að geta tengst þessum kirtli og helstu einkenni þeirra og síðan að koma inn á faraldsfræði krabbameins í kirtlinum og tala síðan meðferðarmöguleika á staðbundnu meini og síðan aðeins fylgikvilla meðferðar og þá með áherslu kannski á kynlífshegðun og kynlífsvandamál sem geta komið upp og síðan vonast ég til að fá kannski einhverjar spurningar í lokin. Blöðruhálskirtillinn, þetta kirtill sem að liggur hérna undir þvagblöðrunni og fyrir ofan lokvöðvann. Kirtillinn hann umlykur þvagrásina og hér sjáum við síðan sáðblöðrurnar og hér sjáum við sáðleiðarann sem kemur frá eistanu sem kemur hérna inn í sáðblöðruna og inn í kirtillinn. Hlutverk þessa kirtils helst það að hann framleiðir sáðvökvann. Meginhlutinn af sæðisvökvanum kemur frá þessum kirtlum, hérna blöðruhálskirtlinum og sáðblöðrunum, en það aðeins bara brot af sæðinu sem kemur úr eistanu sjálfu. Kirtillinn hann lítill í ungum mönnum, hann ekki nema svona valhnetu stór og síðan á hann til með að stækka með aldrinum og það sem gerist þegar hann stækkar þá þrengir hann að þvagrásinni. Hérna sjáum við kirtillinn aftan frá sér. Hér kirtillinn, hann skiptum honum í hægri og vinstri hluta og hér eru síðan sáðblöðrurnar og sæðisleiðararnir koma hér inn og hér sem sagt þvagblaðran fyrir ofan og þvagrásin hér fyrir neðan. Og hér þvagleiðararnir eru þeir að koma hérna inn í blöðruna. Eins og ég sagði þá getur kirtillinn stækkað innan frá og það sem gerist þegar svo kallaða góðkynja stækkun á kirtlinum að þá þrengir hann hérna að þvagrásinni og getur valdið einkennum svo sem að buna verður tregari með árunum og það getur síðan haft áhrif á þvagblöðruna, menn þurfa að vakna á nóttinni og pissa minna í einu. Hins vegar það krabbameinið að það myndast síður miðlægt í kirtlinum heldur myndast það frekar í brúnunum eða aftanverðu kirtlinum og veldur síður þá svona tregðu einkennum. Helstu sjúkdómar sem komið í þennan kirtil eru 3. Það geta verið bólgur og það kemur frekar hjá yngri mönnum. Það getur verið mismunandi tegundir af bólgum, getur verið allt frá því að vera svæsnar bakteríusýkingar sem getur valdið hita og miklu sviða og verkjum og jafnvel tregðu. Og síðan geta verið svona langvinnar eða króníska bólgur sem veldur þá oft verkjum, svona langvinnum verkjum. Síðan höfum við góðkynja stækkun sem eins og ég var að tala áðan sem gerist þegar að þrengir að þvagrásinni sjálfri og veldur þessum einkennum sem ég nefndi og síðan það krabbameini sem við ætlum að ræða í dag. Krabbamein í blöðruhálskirtli ansi algengt. Það að greinast það bil 200 karlar á ári með krabbamein í þessum kirtli en hins vegar eru mun færri sem að látast árlega eða 50. Þannig að það vegna þess að þetta krabbamein hegða sér oft á tíðum má segja á góðkynjan hátt það að sumir þeir hér greinast en lifa lengi með þetta mein með að vissulega greinast líka margir sem að hérna látast. Það talað að 15% líkur sig á því að karl yfir 50 ára greinist með krabbamein og ekki nema 3% líkur að hann deyi úr því.
Eins og ég sagði áðan þá þetta mjög algengt mein og það hefur komið fram í krufningum að alltaf helmingur karlmanna sem eru krufðir sem deyja af einhverjum öðrum orsökum eru með þetta mein í kirtlinum og 80% karla sem eru áttræðir. Þannig að það sem við erum að greina í dag ekki nema toppurinn á ísjakanum. Oft á tíðum þetta huldumein. Á undanförnum árum hefur orðið mikil aukning á greiningu þessa meins. Í dag eins og ég sagði, greinast 200 karlmenn og ég ætla að koma aðeins að því á eftir af hverju það að greinast fleiri. En þið sjáið að dánatíðnin hefur staðið í stað eða jafnvel kannski aðeins á niðurleið. Einkennin, það geta verið mismunandi einkenni ef að meinið vex það mikið að það þrengir að þvagrásinni, þá veldur það þvagtregðu og getur valdið þá sviða, óþægindum og jafnvel blóð í þvaginu. En hins vegar blóð í þvagi oft frekar einkenni krabbamein í blöðrunni sjálfri. Menn sem eru með blóð í þvagi ættu alltaf að láta athuga það þessa blóði. Ef að meinið hefur dreift sér eitthvað út í bein sem að gerist oft eða eitla, þá getur það valdið verkjum vissulega þegar það fer út í bein og svona almennu slappleika. En staðbundið krabbamein veldur sjaldan svona almennu slappleika. Síðan langalgengast að þegar að þetta mein greinist að það séu akkúrat engin einkenni og það vegna þess að, eins og ég sagði, þá greinist eða myndast krabbameinið svona frekar hliðlægt eða aftarlega í kirtlinum og veldur sjaldan því að það hafi áhrif á þvagrásina sjálfa. Hér skýringin á því af hverju við erum að greina fleiri menn með meinið á Íslandi og það þetta svo kallaða PSA. En PSA stendur fyrir Prostata Specific Antigen sem eggjahvítuefni sem framleitt í kirtlinum og hefur það hlutverk að koma sáðfrumunum þangað sem það eiga að fara. Og það hefur orðið gífurleg aukning í mælingum á þessu. Þetta mælt í blóði og það sem sagt fer út, hluti af þessu efni fer út í blóðið og eftir sem það framleitt meira í kirtlinum þegar meira fer út í blóðið. Þetta PSA-gildi, það geta verið nokkrar ástæður fyrir því að það hækkar. Það getur verið svona bólgur ef það sýking í kirtlinum, þá getur það hækkað. Og við þessa góðkynja stækkun þá hækkar það og þess vegna það sem að viðmiðunarmörkin eru aukast með aldrinum vegna þess að kirtillinn hann stækkar með aldrinum. En þannig að sjáum við hérna að viðmiðunargildi hjá yngri en 50 ára eru 2,5 en 6,5 hjá þeir sem eru milli 70 og 80. En þegar hefur komið í ljós að gildið fyrir ofan þessi viðmiðunargildi að þá þarf að skoða það og það fyrsta sem gert að kirtillinn þreifaður. Það tiltölulega auðvelt að þreifa kirtillinn vegna þess að hann liggur þarna rétt fyrir framan endaþarminn, þannig að með svona endaþarmsþreifingu þá hægt að þreifa kirtillinn og hægt að þreifa hvort það eru hnútar eða einhver óregla í honum og jafnvel hægt að meta stærð kirtilsins. En oft á tíðum þreifast ekki neitt, jafnvel þó að sé krabbamein til staðar. Til þess að halda áfram að að rannsaka, þá hægt að ómskoða kirtilinn, þá sett svona ómtæki upp í endaþarminn og kirtillinn skoðaður og hægt að meta stærðans, hversu stór hann og
til dæmis ef að það aðeins væg hækkun á þessu PSA-gildi þá gæti það skýrst af mjög stórum kirtli, en ef hins vegar kirtillinn lítill að þá aukast líkurnar á því að það sé æxli. Og síðan til þess að greina það frekar þá eru teknar svona nálarsýni þar sem að nál stungið inn í kirtilinn og tekið nokkuð svona sýni úr sitt hvorum helming kirtilsins og tekið allt upp í 6 eða 8, jafnvel fleiri svona sýni. Þetta gert bara í staðdeyfingu þar sem er deyft með örfínni nál og síðan eru þessi sýni tekin og þau eru síðan send áfram til meinafræðingsins og meinafræðingurinn hann sker þetta niður og skoðar sýnin og litar þau og síðan flokkar hann vefinn eða æxli niður í 5 gráður, það sem við köllum Gleason-gráður. Gráða 1 sem sést þarna, það myndi vera eðlilegur kirtilvefur en gráða 5 myndi vera mjög illa þroskað krabbamein. En flestir sem að greinast með meinið eru þarna mitt á milli, númer 3. Og hann kíkir á þetta á kannski 2 stöðum og síðan eru flokkarnir lagðir saman. Ef það greinist til dæmis 3 á einu stað og 4 gráðu 4 á öðrum stað, þá kallast það 3 + 4 eða samsins 7. Og þannig að æxlið getur verið þá frá gráðu 4 og upp í gráðu 10. Og þetta mikilvægt að vita þetta vegna þess að ef því sem hærri gráðan því verð þroskað æxlið og því kannski meira ástæða til þess að vera róttækari í meðferð. Heldur en ef æxlið að gráðu 2 eða 4, að þá getur maður leyft sér kannski að bíða og sjá til. Og eftir að búið að greina meinið, að þá eru framkvæmdar svokallaðar stigunarrannsóknir, þar sem að viðkomandi sendur í sneiðmynd til þess að meta hvort að meinið hafi breytt úr sér, til dæmis í eitla sem eru fyrir ofan blöðruna. Og einnig gjarnan sendur í beinamynd og beinaskann, af því að krabbamein í blöðruáskipti dreifir sér helst til eitla eða þá til beina. Nú síðan þegar að þetta búið þá hefst umræðan það hvað á að gera. Fyrst ef að maður heldur að meinið sé bundið við kirtilinn, sé staðbundið mein, og þetta oft mjög erfið ákvörðun að ákveða hvað á að gera vegna þess að og þar bæði þetta erfitt fyrir sjúklinginn og fyrir lækni líka og mikilvægt að viðkomandi fái góðar upplýsingar vegna þess að meðferðin hún felur í sér að vera allt frá því að gera ekki neitt eða fylgjast með og upp í það róttæka aðgerð, að nema brott kirtilinn. Og síðan það geislameðferð sem ég ætla að nefna líka. Nú, þessi róttæka meðferð, það að segja geislameðferð og aðgerð, tíðnin á þessum meðferðum hefur aukist á síðustu árum. Það náttúrulega vegna þess að það eru fleiri að greinast með þetta mein. Og ef við nefnum aðeins geislameðferðina, geislameðferðin, hún felur það í sér að viðkomandi kemur daglega á virkum dögum í 5 daga í viku, allt í 7 vikur og sirka 15 mínútur á dag og þetta helstu svona óþægindi sem fylgja þessu til að byrja með þá helst erting á blöðruna og jafnvel endaþarminn, en síðan getur þetta haft síðari aukaverkanir sem við komum að á eftir. Og það einnig hægt að geisla á kirtilinn með svokallaðri innri geislameðferð, þar sem eru sérstök geislakorn eða geislafræ sem eru sett inn í kirtilinn gegnum neðanverðu og þau gefa frá sér ákveðin geislaskammt í vefinn. Nú,
síðan varðandi skurðaðgerðina, það sem gert að kirtillinn numinn á brott, skorinn í raun og veru þarna fyrir neðan blöðruna og þvagrásina, og síðan þvagrásin tengd aftur við blöðruhálsinn. Nú, rétt fyrir aftan blöðruháskirtilinn, þar liggja taugar, og þessar taugar stjórna liggja niður í liminn og stjórna þá stinningunni. Og það sem gerist við að nema brott kirtilinn, að þessar taugar geta farið í sundur. Stundum nauðsynlegt að taka þær í sundur vegna þess að meinið liggur alveg að taugunum, en ef það ekki, þá reynt að passa upp á að þær fari ekki í sundur. Og hérna sjáum við þegar það sem gert í slíkri aðgerð, það gerður ca. 10 cm langur skurður fyrir ofan lífbeinið og farið niður fyrir framan blöðruna og undir blöðruna og að kirtlinum, og síðan kirtillinn numinn á brott, og þarna sjáum við kirtillinn með hangandi sáðblöðrum, og þegar búið að taka kirtillinn í burtu, þá hann sendur til meinafræðingsins sem að skera niður og litar og skoðar hvort að meinið sé bundið við kirtillinn eða hvort það getur verið vaxið út fyrir hýðið. Nú, einnig í svona aðgerð þá eru eitlarnir sem teknir út og einnig sendir til í meinafræði til að sjá hvort að þeir sé einhver vöxtur í þeim. Nú, þessar aðferðir, þessar róttæku aðferðir, það eru náttúrulega ekki lausar við aukaverkanir og þær helstu aukaverkanir eru truflun á risi eða stinningu, og í rannsóknum þá tíðni slíkra ristruflana verið frá 30 og allt upp í 100%. Það er mismunandi eftir hvernig, frá hvaða stöðum þetta og hversu mikið æxli til dæmis hefur verið í kirtlinum, hversu róttækt hefur þurft að taka kirtilinn. Ristruflanir gerast líka hjá mönnum sem fara í geislameðferð. Það er kannski ekki eins miklar en þær koma oft seinna eftir meðferðina. Nú, þvagleiki verður oft eftir svona aðgerð en reyndar ekki eftir geislameðferð, og þvagleikin verður vegna þess að það er farið mjög nálægt ytri eða loku vöðvanum sem getur þá skaddast, og það er svona talað 40% manna sem fara í svona skurðaðgerð fái vægan leka. Þá helst kemur þá leki við áreynslu, svo sem að hósta eða hnerra eða standa upp snögglega. Og svo eru einstakir sem geta fengið mikinn leka og þarf þá ofta að bregðast því með annarri aðgerð. Og tala að 20% manna sem fara í aðgerð þurfi einhvers konar vörn eða bleiu eða bindi til þess að hafa daglega. Nú, ristruflanir eru mjög náttúrulega slæmar fyrir karlmenn, og að því að kynlíf fyrir karlmenn mjög mikilvægt, og við gerðum einmitt rannsókn hérna fyrir nokkrum árum síðan, þar sem að við vorum að kanna tíðni ristruflana íslenskra karlmanna 45 og 75 ára og svona skoða kynlífshegðun þeirra. Og ristruflanir þær verða náttúrulega tíðar með aldrinum, og það er vegna þess að það verður truflun á blóðrás til limsins. Það eru mjög fínar æðarnar þarna sem ganga niður,
og eins og sjáum við hér, þá er greinilega algengari vandamál hjá í elsta aldurshópnum. En samt sem áður þá skiptir kynlíf miklu máli fyrir menn á öllum aldri í raun og veru, líka hjá þeim eldri. Þar sem að yfir 60% þeirra sem eru milli 65 og 75 ára segja að það skiptir frekar eða mjög miklu máli. Og menn á þessum aldri hafa jafnvel samfarir oftar en 1 til 3 í mánuði, 60% oftar en 1 til 3 í mánuði. Hvað er hægt að gera við svona stinningatruflunum? Það er hægt að gefa þessi stinningalyf sem við sjáum hér á markaðnum í dag á Íslandi eru 2 tegundir af þessum. Það eru Cialis og Viagra og þessi lyf virka þannig að þau auka blóðflæðið til lymsins en oft á tíðum þá duga þessi lyf ekki hjá þeim sem hafa farið í svona aðgerð eða geislameðferð og þá verður jafnvel að gefa ennþá önnur lyf sem eru þá svokölluð stungulyf sem eru gefin þá beint inn í liminn til þess að auka blóðflæðið beint niður. Og þetta er eina ráðið ef að taugarnar hafa sem sagt alveg farið í sundur og hafa skaddast. Og ef að þetta dugar ekki og mönnum líkar þetta ekki, þá er sem sagt síðasti möguleikinn að setja inn svona vökvafylltar stafi með dælu sem er þá komið fyrir hérna niður í pungnum og vökva geymir hérna fyrir framan hérna blöðruna, síðan er vökvanum dælt úr þessum poka hér og upp í stafina. Ég held að láti þetta duga og hérna kannski bara takki við spurningum ef eitthvað er óljóst. Hvernig með blöðruhálskirtilskrabbamein hjá mönnum sem hafa farið í aðgerð vegna stækkunar á kirtilum? Meinarðu hvernig með meðferðina eða? Nei, ef þeir eru búin að fara í aðgerð. Já. Þeir geta líka fengið blöðruhálskirtilskrabbamein. Já. Það er alveg rétt. Þeir geta fengið það alveg eins og aðrir. Og er það þá sama ferli sem þeir? Já, það er nákvæmlega sama.